Já, góðan daginn eða gott kvöldi, hvenær sem þið eru að hlusta á þetta. Svala Nordal heiti ég og ætla ég að færa ykkur hlaðvarp ævintýri í útivist. Þegar við hugsum ævintýri þá ímyndum við okkur oft fjöll, fatnaðar Patagónia, tindferðir og ótrúlega epíska hluti. En hvað ef ævintýri er miklu nær okkur en við höldum? Hvað ef ævintýri byrja bara í litlum ákvörðunum, litlum áhættum, algjöru óvissu sem við veljum sjálf? Jafnvel bara í daglegu lífi og náttúru Íslands. Í dag ætlum við að fá að spjalla við konuna Emilíu Sturludóttur sem er formaður ferðafélags Rangæinga. Hún er kona sem lifir og hrærist í útivist og við ætlum að skoða ævintýri út frá hennar sjónarhorni. Góðan daginn. Góðan daginn. Viltu kannski bara byrja að segja stuttlega frá sjálfum þér? Nú, já. Ég heiti sem sagt Emilía og er Sturludóttir. Ólst upp í Kópavogi. Hef búið í Hafnarfirði og Garðabæ og Reykjavík. Búin að prófa allar höfuðborgarstöðvarnar. En flutti síðan 2011 í sveitina, Rangárþing eitra nánar, sem var alveg rétt ákvörðun. Og ég er leikskólakennari, búin að vera það í 30 eitthvað ár. Og stunda hestamennsku, göngutúra, hjólreiðar og hef bara gaman af alls konar útivist og fólki. Segðu mér svona áður en við byrjum, hvað ertu búin að vera lengi formaður félagsins? Ég er búin að vera í stjórn í 2 ár, en við höfum það þannig að formaður er alltaf bara kosin til 1 árs, þannig að ég er bara að klára mitt 1. ár sem formaður. Ok, geðveikt. Heyrðu, hérna áður við dömpum okkur í persónulegu spurningarnar, þá ætlum ég að fá að spyrja þig smá bara hugtakið ævintýri. Hvernig myndir þú til dæmis bara sjálf skilgreina hugtakið ævintýri? Það er bara mjög vítt. Ævintýri er svo rosalega margt. Ævintýri getur verið bara heima hjá þér í stofunni bara þegar þú ert að lesa góða bók eða í vinnunni hjá mér með börnum þar sem við förum í göngutúr og lendum í ævintýrum, sjáum eitthvað skemmtilegt sem að börnin jafnvel benda mér á eða já, bara, þú veist, maður getur lent í ævintýrum alls staðar, heima hjá sér, í vinnunni, útlöndum eða bara í göngutúrum, reiðtúrum, ævintýri leynast alls staðar, fyrir mér. Já, góða punktur. Ég er svolítið búin að vera að lesa Adventurous Learning sem er bók hérna í náminu. Og í bókinni er talað að ævintýri felist í óvissu og áhættu. Hvernig finnst þér fólk til dæmis takast á við áhættu í útivist? Ég veit það ekki alveg, en ég myndi segja sko öllu sporti fylgir einhver áhætta. Þannig að útivist er sport og það fylgir því áhætta og ef þú ert að fara upp á fjöll og eitthvað, það getur alltaf eitthvað gerst, þannig að áhætta og það getur verið svona spennandi að gera eitthvað sem að þú hefur ekki prófað áður og ert jafnvel pínulítið hræddur. En svo er líka rosalega gott að fara bara í svona sama farðu og hefur gert og gert áður og farið svona örugguleiðina. En í útivist held ég að sé rosalega mikið, ég held að það sé svolítið svona líka áhættu samt. Já, finnst þér áhættan vera hluti af ævintýrinu eða eitthvað sem maður ætti að forðast eða passa sig á eða eitthvað eða bara hafa það part af upplifuninni? Ég myndi segja, fyrir mitt leyti þá er það alveg partur af upplifuninni. En samt alltaf að fara varlega. Þú ætlar ekki að lenda í einhverju veseni, en þú getur lent í veseni sem verður síðan seinna meir í frásögninni sem ævintýri. Af því þetta er kannski veseni meðan á því stendur og þú ert kannski pínlítið hræddur eða pirraður eða eitthvað. Svo þegar yfir staðið og þú ert komin heim til þín og þá sérðu allt í einu spaugilega hliðina á þessu. Og þú ferð að nota þetta í sögur sem þú hafa lent í ævintýri. Já, fræðimaðurinn Varley í bókinni talar hann að náttúran sé annars vegar athvarf frá nútíma samfélaginu
en hins vegar vettvangur sjálfskoðunar og þroska. Hvað finnst þér þessi lýsing eiga best við útivist á Íslandi? Alltaf klárlega er mjög gott að nota íslenska náttúru til að flýja eril og áreiti. Það sérstaklega þú ert ekki að fara á túristastaði, þú ert að fara í göngutúra bara eins og hérna hjá mér í nágrenninu bara labba út í buskann þar sem enginn að þá ertu eða að fara ríðandi eða hjólandi að þá ertu klárlega að njóta og þú eða ég allavega ég gleymi stað og stund, ég fer bara í flæði og ég bara gleymi algjörlega hvað klukkan ég get bara verið einhvers staðar ríðandi út í buskanum eða hjólandi og svo veit ég ekki af mér fyrir en ég allt innum bara glórhungruð og það er kannski að fara að huga hvernig ég komast heim, hvaða leið ætla ég að fara heim. Þetta er mjög fyndið þess að næsta spurning var hugtakið flæði eða flow kemur einnig fram í kaflanum. Að gleyma sér í augnabliki, svo er spurningin, hefur þú upplifað slíkt flæði í útivist eða fjallgöngu? Já, heldur betur. Sem sagt bara yfirleitt? Já, bara, og mjög oft ef ég fer ein, að þá gleymi ég mér. En að sjálfsög líka með öðrum og þá gleymir maður sér kannski líka bara í kjaftagang og bara njóta samveru og gleymir stað og stund. Og það er svona öðruvísi flæði, en þegar þú ert ein í útivist, þá ferð einhvern veginn bara inn í sjálfa þig og bara einhvern veginn, þú bara kynnist sjálfið þér og tengist náttúrunni jafnvel enn sterkar. Er eitthvað svona sérstætt sem að þér finnst þurfa að vera til staðar svo að slíkt gerist? Þannig að þú náir flæði? Nei, ég held ekki. Myndirðu geta náð til dæmis flæði bara í göngutúr í Reykjavík í Vesturbænum? Já, ég hugsa það. Já? Ég hugsa það bara, ég gæti farið í flæði bara með því að skoða fólk sem ég mæti, sem ég þekki ekki og ég get alveg farið að ímynda mér hvernig fólkið og farið bara í eitthvað svona hugarástand sem það sem ég gleymi mér. Já. Og eða skoða hús, hver býr þarna, akkur ætla hann sé búin að mála þetta svona, þú veist, ég fer alls konar pælingar. Mér finnst ógeðslega gaman að labba líka, þegar ég bjó í miðbænum og í Hafnarfirði þá fór ég mjög mikið út í göngutúra á kvöldin og það var mitt þetta, mér var svo gaman að skoða hvernig hús eru ólík, alveg svo bara náttúran. Þetta er ósköp svipað þó að ég tengi betur við náttúruna í dag, að þá var ég alveg þarna að finnast þetta ógeðslega gaman. Af hverju ætli þess að við fengum sér svona gardínur? Eitthvað bara skilur við, já. Bara hugurinn fer á flakk? Hugurinn fer bara á flakk, já. Sérstaklega ef maður einn. Heyrðu, hérna fræðimenn tala einnig að útivist og náttúran hafi rosalega góð áhrif á andlegan líðan. Hefur þú upplifað það eða? Já, algjörlega. Það var rosalega mikið í tísku og kannski ennþá að fara í svona seremoníur, alls konar jóga og eitthvað. Og ég hef prófað þetta. Ég finn aldrei sömu kyrrð eins og þegar ég er á hestbaki eða í göngutúr eða hjólastúr. Þannig að ég er alveg bara á því að mín hugaró er þar út í náttúrunni miklu frekar heldur en í einhverjum kakóseremóníum. Það er ekki að sitja út á það. Það eru margir sem að finna sig þar. En ég hef ekki fundið mig þar, en mér líður ekkert illa, mér finnst það alveg notalegt. En ég fer aldrei í þetta flæði sem ég segi eða að gleyma stað og stund algjörlega og líða bara líða vel með sjálfur mér í þessum seremoníum, en þetta finn ég þegar ég er úti. Ég meiri sér bara stundum úti að vinna, ég get alveg gleymt mér, bara úti í girðingavinnu eða móka, skilur við. Það er bara að vera úti í náttúrunni, það er bara eitthvað vítamín fyrir mig. Ég lærði það líka, ekki í þessari bók svo sem, en ég lærði það á
áfanganum sem ég í, að bara úti hljóð og þótt að sé sko bara mynda skó upp á vegg, það hjálpar til dæmis bara við kennslustundir. Já, Að krakkarnir taki frekar eftir og þess vegna hugleiðingar yfirleitt alltaf með náttúruhljóð í bakgrunn. Það er greinilega bara eitthvað, heilinn virkar bara betur. Já, ég trúi því. Já. Fræðimennirnir Varlega og Príst leggja áherslu á að sönn ævintýri séu þau sem fela í sér raunverulegar áskoranir og ábyrgð. Hvernig sér þú muninn á sönnu ævintýri og skipulagri ferðaþjónustu sem kannski aðeins öruggari og svona fólk kannski ekki bera jafn mikla ábyrgð sjálft af því að það einhver svona sem fylgir þeim og með rauða reglu og öllu. Já, ég hef upplifað alveg bæði. Ég hef farið margar skipulega ferðir og sjálfsögðu með ferðafélaginu. Ég hef líka leitt ferð í ferðafélaginu þar sem ábyrgðin mín og þar upplifi ég rosa spennu. Ég verð rosa spennt fyrir ferðinni og jafnt kvíðin og spennt. Þetta verður rosalega skemmtilegt, en ég líka pínlítið kvíðin, skildi þetta takast, ég gera of mikið, tekur þetta of langan tíma, alls konar. Á meðan þegar ég ekki að leiða, að þá ég bara að njóta og ekki að hugsa hitt. En þegar ég komin á endan og ég hef leitt gönguna og allir eru glaðir, það hefur tekist vel hjá mér, þessar göngur sem ég hef leitt, það var tekist vel sem betur fer, hef ekki lent í einhverju meira átt að skakkaföllum, þá kemur einhvern veginn víman. Það bara alveg rosalega góð tilfinning. Eins hef ég farið ein á hjóli að leita mér af leið til þess að fara með öðrum og vilst og ég fær svona spennu þarf ég að hjóla alltaf tilbaka og ég nota benni, ég á rafmagnshjóli af því að þetta er mjög torfæra leiðir sem ég að fara. Þarf ég að hjóla tilbaka, nær batterið, alls konar svona spenna sem ég sæki ekki venjulega í, en finnst það ótrúlega skemmtilegt þegar það gerist og sérstaklega þegar ég er komin yfir það. Þá verður það alveg bara svakalega skemmtilegt. Og ég hef líka dregið manneskju með mér í svona ferð þar sem við endum að þurfa að klofa yfir vatn með hjólinn og í þýfi þar sem við þurftum að teyma þau. En við komumst á áfangastað og það var rosalega sælt. Við borðum ekki eins og næstu fyrir og búin að fara yfir þetta bölvaða vesen sem var síðan rótilega skemmtilegt og þú veist, þegar maður skoða myndirnar af því ég tók myndir og hlógu af manneskinu sem að spurði hvort ég væri eitthvað geðveik að draga hann út í þetta. En eftir á þá var þetta alveg hryllilega skemmtilegt. Heyrðu, nú ég svolítið heppin, ég var ekki alveg búin að tengja þetta saman en þú sagðist vera leikskólakennari. Hvernig heldur þú að útivist og ævintýri stuðla að persónulegum þroska til dæmis hjá börnum og ungmennum? Útivist náttúrulega bara alveg lífsnauðsynleg fyrir, ég segi kannski ekki lífsnauðsynleg, auðvitað þrífast börn á mismunandi vegu og við mismunandi aðstæður en hér á Íslandi þá notum við útiveru mjög mikið á leikskólanum og okkur finnst það bara alveg nauðsynlegt þegar að börn eru búin að vera inni lengi og við förum út, þá finnum við bara þau losa streitu og það kemur eitthvað hormón, gleðihormón hjá flestum. Auðvitað eru sum börn sem að vilja frekar vera í rólegum leikjum inni en við finnum það samt líka á þeim þegar þau eru búin að vera úti, þá líður þeim miklu betur. Og að fara í vettvangsferðir með börnum er alveg ótrúlega skemmtilegt. Þar ná þau alveg svakalega góðu flæði. Að fara með þau út í náttúruna, leyfa þeim bara leika sér frjálst, þau fá kannski einhver lítil verkefni og sem leiða þau síðan út í frjálsan leik. Og þar gleymum við okkur. Þar verðum við að passa okkur að vera komin aftur heim á réttum mattíma, liggum við og þurfum að stilla stundum vekjaraklukku bara til þess að muna að fara tilbaka með börnum af því það fara allir í bara gott skap og skemmtilegt. Jafnvel í leiðinda veðrum, það bara klæða sig vel og einhvern veginn þá er þetta bara, það verður svo gaman. Finnst þið börn vera nógu duglega að leika sér úti í dag? Ég náttúrulega þekki mest til leikskólabarna, já. Þau leika sér mikið úti og sækja ég að vera úti. Ég bý náttúrulega
á sveitabæ og þegar barnabörnin koma í heimsókn þá gjarnan farið út. Það verið að leika sér á einhverjum rafmagnstækjum eða bensíntækjum og fara á hestbak og fara að hjóla og þau barnabörn sem koma úr borginni þau kannski fara og setjast og hanga í símanum og svo þegar ég sting upp á því að fara á hestbak eða fara á fjórhjól eða fara á rafmagnshjólinu eitthvað að þá veðrastu upp og það bara, þá verður rosalega gaman. Ég sé það bara á þeim finnst það rosalega skemmtilegt. Já, það svona smá hefur kannski gleymst fyrir sumum kannski börnum og unglingum bara hvað það gaman að vera úti ef þau ekki sett í aðstæðurnar. Já, ég alveg saman með því. Það þarf stundum að reka eftir krökkum. Þannig að þau muni eftir hversu gaman þetta Já. Ég bara get sagt bara dæmi eitt barnabarn sem býr reyndar svona rólegt barn og hefur ekki verið mikið úti svona undanfærið ár og hún var mikið í ævintýraleikjum úti við erum með svona litla eyju sem hún má leika sér á með sem fullt af trjám og greinum sem hún hefur að vesnast í. Svo dettur það henni finnst það svo smábundilegt og þá hafði hún einhvern veginn engan tilgang að fara út. Fyrir hún uppgötaði að hún gæti hjólað á rafmagnshjólinu mínu. Nú fæ ég reglulega SMS, ertu nokkuð að nota hjólið þitt? Og svo hún bara þeysast og hún ekkert að hjóla á götunni, hún bara að hjóla út öll tún. Bara gjörsamlega út allt og upp allt. Bara að fá útrás og... Hún fær bara útrás og þannig hún bara núna finnur hún það að þetta bara núna líður henni vel. Bara gaman, gott, hjóla, grenjandi rigningu, slagviður, góðu veðri, alls konar. Og kemur svo þreytt inn og fá að borða og geta að fara í kósí. Já. Heyrðu, nú ætlum ég að fara bara aðeins í persónulegri spurningar og kannski aðeins út í ferðafélagi. Hvernig byrjar þú að hafa áhuga á útivist og ferðalögum? Ég hugsa ég hef alltaf haft áhuga á útivist þá sem tengist dýrum. Sem barn átti ég hund og hesta og það var bara, ég var svo sem sá að fara með hundin minn í göngutúr og kenna honum alls konar tricks, það var skemmtilegast. Fara út að labba með hundin og kenna honum alls konar brögð og labba í hesthúsið, fara í reiðtúra, ég gat verið bara allan daginn. Ég labbaði úr skólanum og þetta voru örugglega verið 7 kílómetrar sem ég þurfti að labba hvora leið. Ég lét mig hafa það, fékk stundum far. En þetta bara að fara út, fara á hestbak, vera með hrossunum og hundunum, það gerði mjög mikið fyrir mig. En í dag, hvað það sem dregur þig helst út í náttúruna? En aftur það hrossin, en svona í seinni tíð þá hef ég farið að ganga mikið og hjóla. Ég hjólaði líka mikið þegar ég var í bænum, þegar ég bjó í Garðabænum, þá notaði ég hjól mikið í staðinn fyrir bíl. Ég var bara að fara og kaupa eitthvað í búðin eitthvað lítið, þá fór ég alltaf á hjóli. Svo flytti ég í sveitina og þá finn ég það bara rosalega erfitt að hjóla, mikið á moldastígum og grasi og það var bara þungt og ég bara gafst upp, lagði hjólið. Kaupi mér svo rafmagnshjól mörgum árum eftir ég flutti hingað og þá uppgötvaði ég aftur frelsið við hjólið. En hestarnir hafa alltaf verið til staðar hjá mér og svo var ég að vinna á leikskóla í Garðabæ þar sem við stofnuðum svona lítinn gönguklúbb, við bara vinkonurnar fórum að ganga saman og fórum í skipulega ferð með kennarasambandsins sem var alveg rosalega vel heppnuð sem var göngu- og hjólaferð og það svona kom mér út í það að ganga á fjöll. Við fórum Fimmvörðuhálsinn og við fórum á Fellsströndina og fórum víða svona í svona skipulegar ferðir þar sem við vorum leiddar áfram og bara, já, svo þegar það var stofnað ferðafélag hérna 2022 að þá var ég eina af þeim fyrstu sem bara sóttu aðgang. Já. Hver svona eftirminnilegasta eða lærdómsríkasta ferð sem þú hefur farið með ferðafélaginu? Með ferðafélaginu? Sko, ég held að eftirminnilegasta ferðin hafi verið þegar við löbbuðum upp á fjallið okkar hérna á Þríhyrningur, fjallið okkar
sem ég er búin að labba nokkur sinnum upp á. Við löpum við ferðafélaginu upp á Þríhyrning en fórum öfugum megin upp á það. Og Var það óvart eða? Nei. Það var bara gætinn að leiðsögumaðurinn, hann var búinn að ákveða það að labba ekki þessa típisku leið sem brött af því að Þríhyrningur bratt fjall. En hinum megin hún ennþá brattari. Við héldum alltaf að hann væri að gera eitthvað grín og við ættum að labba þá eitthvað bak við fjallið og labba eitthvað auðveldara leið þar. En nei, hann fór með okkur beint upp og það var stundum þegar maður þurfti að toga sig upp á höndunum líka. Þetta kom mér rosalega óvart hvað þetta var í rauninni ekki erfitt og var ofsalega gaman að koma upp á toppinn hinum megin og sjá öðruvísi sjónarhorn. Þetta var svona eftirminnilegt af því að ég bjóst við þetta væri bara þessi típiska ganga sem ég búin að fara í margoft upp Þríhyrninginn en kom mér óvart. En svo langar mér líka að segja frá því að fyrsta ganga sem ég labbaði upp á Þríhyrning var held ég eftirminnilegasta ganga mín, en það var ekki með ferðafélaginu, þá var ég bara alein. Við áttum sögambústað rétt fyrir neðan Þríhyrning og ég ákvað einn daginn að mig langaði bara að prófa að labba upp þetta fjall. Hafði ekki hugmynd hvernig, ég vissi að það var einhver stikuleið en hafði aldrei farið þetta og ákvað bara að finna þessa stikur og ég labbaði þarna rösklega og tek ekki langan tími í þetta, ég er svolítið svona gjörn að flýta mér. Og þegar ég kem upp á topp, lafmóð, þá blasir við mér risastór kross með uglu á, gervuglu reyndar. Og mér krossbrá, mér fannst þetta pínlítið svona eins og ég væri komin í eitthvað draugasögu. En það var ótrúlega skemmtilegt. Og svo var ég næstu vilt á leiðinni niður að ég misti stikunar, en það reddaðist allt saman. Þetta svona ferðir eru oft, þetta er bara svona spontant, ég ákvað þetta bara allt í einu og það kom svona tveir atburðir sem að gerðu mig pínlítið hrædda en samt svona spennta. Fyndið að bæði sem þú nefndir eitthvað sem með óvissu, áhættu, þitt brá, þú týndist, þið bjóst ekki við þessu, þetta allt svona það sem við töluðum áðan. Já. Það er kannski eitthvað viti í þessum köllum hérna. Það er kannski bara að segja eitthvað sætt, já. Hvernig er andrúmsloftið innan félagsins? Þú veist, finnst þér það meira félagslegt eða menningarlegt, félagslegt eða fólk bara í þessu fyrir útivist? Nei, alls ekki bara fyrir útivist. Nei. Þetta er alveg algjörlega, þetta í rauninni stofnað, þetta áhugamannafélag og það stofnað með þann tilgang að hvetja fólk á öllum aldri til útivistar í sveitarfélaginu og stuðlað að ferðalögum og almenni lýðheilsu á félagsvæðinu en líka að styðja almennt við og auka umhverfisvitund og hlúa að menningu svæðisins. Það líka verið að stíla inn á það að hittast og þetta menningarlegt. Þetta ekki bara útivist og hreyfing. Þetta líka menningarlegt. Og við förum ekkert bara í göngutúra, við förum í hjólreiðatúra, við förum í krakkagöngur sem hafa heppnast alveg gífurlega vel. Síðasta krakkaganga þá held ég að við mætt yfir 100 manns sko. Og já, þannig að þetta mjög fjölbreytt. Við reynum að gera þetta þannig að það geta allir tekið þátt. Yngsti meðlimur sem hefur labbað með okkur 2 ára í krakkagöngu og ég held að elsti meðlimur sem hefur gengið með okkur sé yfir 80 ára og það var ekkert auðvelt ganga. Hann labbaði, ég held þetta hafi verið 400 metra hækkun sem að hann gekk. Hann var þreyttur en þetta tókst. En hafa einhverjir fatlaðir reynt að vera með í ferðum ykkar eða sóst að félaginu? Nei, við höfum ekki fengið fatlaða. Þannig þið hefur kannski ekki þurft að pæla í þannig útbúnað eða? Nei. Ég fekk nefnilega að kynnast svona geðvikum útbúnað í ferðum daginn. Bara hjólastóll sem svona rafmagns og sem að bara kemst upp fjöll, upp alla kletta og allt. Já. Þetta væri geggjað ef öll ferðafélög ætti eitt stykki svona til að bjóða upp á. Já, sko, ég sá svona hjóli mitt í sjónvarpinu daginn. Ég var heill það sem að veiðimaður. Hann fór bara út í ána og allt á þessu. Já. Þetta var alveg trufla, sko. Þetta náttúrulega geðið. En
Já, hvernig hvetur félagið fólk til að taka þátt sem kannski hefur ekkert mikla reynslu á útivist og er kannski hrætt við að vera kannski ekki á góðu formi eða... Það eru stuttugöngurnar okkar, miðvikudagsgöngurnar. Við erum með svona helgargöngur eða laugardagsgöngur sem við áskiljum okkur að færa því bara sundag ef að veðrið er ómögulegt á laugardegi. Og svo erum við með miðvikudagsgöngur einu sinni í mánuði yfir svona vor, sumar, haust. Svona ekki alveg yfir vetrartíman. Við höfum stundum tekið samt óvissugöngu í janúarmánuði bara svona til að með kakó og eitthvað kósí heit. Nei, desember minni. En já, það eru stuttugönguna, þá auglýsum við þetta, við auglýsum yfirleitt bara á Facebook og Facebook story og eitthvað svoleiðis og þá auglýsum við þetta að þetta sé fyrir alla og allir velkomnir og börn og eldri og þeir sem ekki eru í formi. Við reynum bara að auglýsa þetta þannig að þetta er ekki, við erum ekki að gera neitt erfitt. Við erum bara að hittast og við erum að spjalla og við höfum haft sögugöngu. Það sem er svolítið áhersla lögð á sagastaðir sem við erum að ganga á, þá er stoppað oft. Já, mitt. Þannig að þetta er ekki líkamsrækt. Nei, mitt. Þó það felist líkamsrækt í þessu, þá er þetta ekki stílaðina sem líkamsrækt. Þetta er svona lífheilsa, andleg og líkamleg. Nú hefur þú verið alveg í útivistarmenningunni, allavega í einhver ár. Hvaða breytingar hefur þú séð á útivistarmenningu á Íslandi bara í gegnum árin, þegar þú komst í menninguna? Útivistið hefur farið bara held ég hratt aukandi, já, ég held að það hafi aukist mjög mikið að fólk stundi útivist. Hún vinsælli? Já, ég held hún sé vinsælli. Já. Kannski er þetta líka aldurinn, fólk á mínum aldri kannski stundar meira útivist heldur en yngra fólk, ég veit það ekki. Ég byrjaði að stunda svona göngur rétt rúmlega 30. Þá fór ég í það að ganga fjöll og ganga í svona hópum. En já, ég held það og útbúnaðurinn orðinn aðgengilegri finnst mér svona, þú þarft ekki að kaupa það dýrasta, þú getur farið í búðir og keyptir göngustafi fyrir lítinn pening, þú þarft ekki að fara í dýrustu búðurnar og kaupa dýrustu göngustafina eða skóna eða það er hægt að fá vel góðan regnheldan fatnað eða hvað sem er ódýrt og svo og líka það að það sé hægt að kaupa nota. Það er orðið miklu algengara núna heldur en það var. Þannig að ég held að útbúnaður sé aðgengilegri, já, og bara vitundavakning hvað þetta er, hvað þetta gerir gott. Já. Ég ætlaði einmitt næst að spyrja það út í útbúnað. Hefur þú tekið eftir einhverju pressu á því að vera alltaf í toppbúnaði og þú veist það sem er flottast og eiga alltaf allt nýjasta og þú veist prófa eitthvað sport og kaupa allt í það, er eitthvað svona? Bara alls ekki. Ekki hér hjá okkur. Nei. Þvert á móti að þá eru oft flottustu gaurarnir sem ég segi gaurarnir, þá er ég að tala um menn sem eru kringum 70 sem eru að gæta hjá okkur. Þeir eru kannski með tálgað prik sem þeir eru búin að binda trefilinn sinn á. Af því ef þeim er heitt þá eru þeir bara með hann bundum með prikið en ef þeim er kalt þá geta þeir skóplað hann á sig. Og uppáhaldsgætinn minn, hann gengur alltaf í sömu fötunum, ullar föðurlandi og stuttbuxum og svo er hann í ull að ofan og stundum tekur hann svona hlífðarjakka með sér og það er hann einmitt sem er með trefilinn á prikinu. Þannig og það líta allir upp til fólk sem að getur þetta. En að það er ekki verið að spá í útbúnað, ekki í þessu félagi, ég hef ekki orðið varðið það, bara alls ekki orðið varðið það. Og eins í hestamennskunni, þar eru, þú veist, við ég er líka í ferðafélagi í hestamennskunni og þar er ekki verið að spá í útbúnað. Nei. Nema kannski hvað varðar hrossið, að hnakkurinn sé góður fyrir hestinn og það sé gott að sitja í honum en að það sé í nýjustu tísku, það bara skiptir akkurat engu máli. Það kannski líka fer bara eftir landslitum. Mögulega,
Mögulega, ég hef ekki verið í þessum ferðaklúbbum, það náttúrulega komið rosalega mikið af gönguferðaklúbbum í Reykjavík, þar sem þú borgar eitthvað fyrir að ganga einu sinni í viku sem alveg frábært og ég þekki fullt af fólki sem að stunda svoleiðis ferðamennsku og hefur komið sér upp úr þunglindi eða jafnvel burnout bara með því að stunda svona hreyfingu eða svona ferðamennsku. En ég hef ekki hugmyndum hvort það sé einhver samkeppni í útbúnaði þar. Þú kannski pælir bara ekkert í því heldur? Nei, fyrir utan það, ég kannski myndi ekki pæli í því þó ekki væri að því. Ég er bara sátt með mitt. Þú finnur alltaf ekki fyrir pressinu sjálf? Nei, bara alls ekki. Nei. Bara alls ekki. Heyrðu, ég er bara með loka spurninguna hérna. Hvað myndir þú segja við manneskju sem hefur aldrei tekið þátt í útivist og segist bara alls ekki vera útivista típan? Hvernig myndir þú reyna að fá hana með þér í ferðir eða komin út? Komin út. Ég veit ekki hvort trúið ekki, en ég er alveg búin að reyna við eina mannesku, sko. Það gengur ekki droslega vel, en ég fékk hann samt með mér í göngutúr í sumar og það kom henni bara virkilega óvart hvað þetta var skemmtilegt og hvernig leið vel og eftir. En þetta var síðulega sumar og ég vona að hún verður duglegri þá næsta sumar að koma með og jafnvel í ferðafélaginu og hún hefur alltaf einstakar sinnum dottið í það að dröslast með mér og alltaf jafn hissa hvað hún verður ánægð og það er sama með að ég reyna að fá hana á hestbak, hún þykist ekki hafa áhuga á því svo þegar hún kemur á bak þá er hún alltaf jafn hissa, ég kann þetta bara, ég er nú bara svolítið góð í þessu og verður svo ánægð með sig. En sumt fólk er bara þannig að það þarf alltaf svolítið að reka á eftir því. Já, mikilvæg. Heyrðu, takk kærlega. Takk fyrir sömuleiðis. Við sjáumst eldhress í næsta þætti.